síður fund, hér sameiginlegan fund borgarstjórnar og ofbeldisvarnar nefndar Reykjavíkur. Þetta fyrsti sameiginlegi fundur þessara tveggja stjórnvalda, ef svo má orðið komast. Hér erum við í rauninni að spjalla saman í fyrsta skipti eftir að hátíðarfundur kvenna sem haldinn var 31. mars á síðasta ári ákvað að hér skyldi sett á laggirnar ofbeldisvarnarnefnd. Ofbeldisvarnarnefndin var nú ekki sett á laggirnar bara því einhver hefði sérstakan áhuga fyrir því, heldur fyrst og fremst sem svar við mjög háværri kröfu kvenna og stúlkna sérstaklega sem höfðu þá verið að stíga fram og segja sínar sögur af ofbeldi. Og byltingar síðasta árs, byltingar og afmælis ársins mikla, leiddu það af sér að Reykjavíkurborg sá sér ekki annað fært en að bregðast við með einhverjum hætti og fyrsta skrefið var þetta samtal sem hefur verið að eiga sér stað í ofbeldisvarnarnefnd og svo samtal núna ofbeldisvarnarnefndar og borgarstjórnar. Við ætlum að hafa fundinn þannig að fulltrúar úr ofbeldisvarnarnefndinni munu byrja hér með framsögur. Það eru hér Sigþrúður Guðmundsdóttir frá Kvennaathvarfinu, Jenný Ingudóttir frá frá Landlæknisembættinu og Alda Hrönn Jóhannsdóttir frá lögreglunni í Reykjavík. Þær munu fjalla svona þeirra hugðarefni og það sem við í Reykjavík getum gert til þess að bæta úr því sem úr þarf að bæta. Í framhaldinu gerum við svo ráð fyrir umræðum, bæði að sviðsstjórar eða fulltrúar sviðana mögulega blandi sér inn í umræðuna, segi frá því sem verið að gera eða því sem þyrfti að gera og bregðist við og sömuleiðis borgarfulltrúar og þá gerum við ráð fyrir að ræðutími verði 5 mínútur. En við byrjum á að fá sjónarmið þeirra sem að sitja með okkur hérna í ofbeldisvarnarnefndinni. Auk þessara eru í ofbeldisvarnarnefndinni Guðrún Jónsdóttir frá Stígamótum sem kemur ekki hér í dag og Heiða Björk Hilmisdóttir frá Samfylkingunni, ég sjálf frá Vinstri grænum og Halldór Halldórsson frá Sjálfstæðisflokki sem ekki með okkur í dag heldur. En við skulum þá hefja þetta á Öldu Hrönn Jóhannsdóttur sem ætlar að segja okkur frá því sem lögreglan hefur fram að færa í þessum málaflokki. Gjörðu svo vel. Nei, þarna í þessa. Ég ekki alveg vön þessu, en borgarstjórn, samstarfsaðilar í ofbeldisvarnarnefnd og aðrir góðir gestir. Ég ætla kannski að segja aðeins frá sjónarhóli lögreglu, hvað við erum að gera varðandi ofbeldi og þá svona vítt. Byrja á breytingar og skipulagi sem við höfum gert innan okkar raða inn hjá lögreglu, heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi, skemmtistaðir og ofbeldi í miðborginni, mansal, ofbeldi gegn minnihlutahópum almennt og svo örlítið varðandi hatursglæpi. Kannski fyrsta varðandi breytingar og skipulagi að þá höfum við breytt í rauninni skipulagðri brotastarfsemi deild, miðlægri deild, rannsóknardeild, þar sem við erum sérstaklega að leggja sjónir að mansal og vændi og svona í rauninni gera því forgangsraði hærra heldur en verið hefur. Út frá þeirri vá sem við nú þekkjum og hefur í rauninni verið að þróast síðustu ár og hefur verið efst á forgangslista Europol til dæmis frá 2009. Varðandi heimilisofbeldi, þá kannski þarf lítið að fjölyrða það hér en við hófum þetta samstarf 12. janúar 2015 með Reykjavíkurborg og það skemmst frá því að segja að árangurinn hafi verið mjög mikill. Við höfum fengið 130% fjölgun mála, ekki endilega kannski fjölgun heldur erum við að skrá þetta öðruvísi þannig að það kemur öðruvísi út. Við erum að í rauninni þá skima meira fyrir brotaþolum og það einnig gerendum, veita þeim betri aðstoð, vinna betur málin og svo framvegis. Og þið hafi væntanlega fengið í rauninni tölfræði út úr þessu fyrsta ári en bara örstutt þá voru karlar 83,5% gerenda, konur voru 72,8% brotaþola, 76% gerendana voru íslenskir og 81% brotaþola voru íslenskir. Líkamsárásir voru í 75% málana og langmest minniháttar líkamsmeiðingar. Ofbeldi milli maka eða fyrrverandi maka, það í nánum samböndum voru í 69% málana og börn voru skráð á heimili í 64% málana. Við höfum einnig unnið með Reykjavíkurborg að því að
að vinna leiðum til að ná til innflytjenda varðandi heimilisofbeldi og það kom nú skýrsla í 4. apríl síðastliðinn varðandi það. Þannig að við þurfum að vinna betur úr henni og sjá hvar við getum meira aðstæður og betur. Varðandi kynferðisofbeldi, þá nefnd á vegum innanríkisráðuneytisins sem endurskoða þann málaflokk. Við höfum, og kannski það sem við vildum helst halda hér á lofti í dag, svona svokölluð one-stop shop úrræði, þar sem í rauninni svona þolenda miðstöð, þar sem það að segja að þolandi ofbeldis kemur inn á eitt stað, eitt húsnæði þar sem þjónustu aðilar koma þangað inn til þess að aðstoða viðkomandi. Og við teljum þetta mjög brýnt í dag að það sé ekki þolandinn sem þurfi að fara út allt kerfi í leita þeirri þjónustu sem í boði, heldur sé kerfið að hjálpa viðkomandi. Við höfum einnig talað úrbætur varðandi til dæmis aðstoð réttargæslumanna strax að kynferðisbrotum til að við fáum hærra hlutfall kært og svo framvegis. Þannig að fólki finnist raunverulega eins og kerfið sé að hjálpa þeim í að ná fram þá réttlæti eða ekki að fá þá aðstoð sem að þau eiga rétt á og geta fengið. Það einnig markviss menntun og handleiðsla, umræður í strákahópum, við þurfum að leggja líka hlustir við það og beita okkur betur í því hvað má og hvað ekki, hvað eru eðlileg samskipti milli kynja og hvað ekki og svo framvegis. Við þurfum að skoða hvort það sé rétt að fá gáleysisákvæði hegningarlögin varðandi kynferðisofbeldi og svo þarf að rýna þá dóma sem við erum með. Varðandi ofbeldi í miðborginni, þá hefur verið unnið að því nú nokkra hríð að koma á samkomulagi ofbeldislausa og örugga skemmtistaði í samvinnu við borgina, skemmtistaðina, slökkvilið og lögreglu, það er að segja þessa 4 aðila. Það hefur ekki alveg gengið sem skyldi en vonandi nú komin skriður á það, en það gríðarlega mikilvægt til dæmis varðandi skipulagsmál og annað að við séum að huga því hvernig eru skemmtistaðir útbúnir og það eitthvað sem allt borgarkerfið kemur þá líka að. Varðandi mansal, þá verið að vinna þessar aðgerðaáætlun stjórnvalda sem eru á síðasta ári þá núna, 2013-16. Það sérstaklega verið lagt kröftum beinta að fræðslunni. Það er að segja að bera kennsla á mansal, því án þess ekkert. Það þarf að eyða staðalímyndum, birtingamyndum mansals, hverjir eru þær og koma upp með það, vitundavakningu. Og það skemmst frá því að segja að það hefur orðið algjör sprenging í tilkynningum til lögreglu og bara nú síðast í gær þegar fræðsluteymið eða hluti þess fór til Reykjavíkurborgar í skipulagssvið og varðandi þau húsnæði sem í leyfisleysi og ábendingar varðandi illa eða slæma aðkomu og svo framvegis og aðbúnað. Ofbeldi gegn öldruðum, við erum aðeins farin að fóta okkur þar en það talað gríðarlega falið ofbeldi sé að ræða í samfélaginu. Það talað 11,4% samkvæmt rannsókn sem gerð var 2006, það lítt rannsakað á Íslandi, en innan Evrópu var rannsakað og 11,4% aldraða sem höfðu orðið fyrir ofbeldi. Í rauninu Ísland var eitt þeirra Evrópulanda sem tóku þátt og það má heimfæra það að 4.500 aldraðir séu beittir ofbeldi árlega hér á landi. Þannig að við þurfum að komast betur að raunum það rétt, hvað getum við gert að hjálpa þá því fólki. Varðandi ofbeldi gegn fötluðum þá höfum við því miður í rauninni kannski minnst komið inn á það enn sem komið en þetta á okkar dagskrá og í rauninni kannski verið að huga þessu innan alls þessa ramma, til dæmis heimilisofbeldi og svo framvegis. Það liggur mikið á því að samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólk að hann sé fullgiltur. Við erum búin að undirrita hann frá 2007 og þá kom fram að ráðstefnu í síðustu viku í Háskólanum í Reykjavík að Ísland sé eitt af 2 Evrópulöndum sem hafa ekki fullgilt hann í Evrópu og maður spyr sig af hverju og því þurfum við að breyta. Annars verið að vinna á mörgum stöðum í rauninni kannski ofbeldi gegn fötluðu fólki, það er að segja gegn fötluðum börnum og svo fötluðum konum. Þannig að við þurfum að athuga það betur. Við höfum verið að beina sjónum okkar líka að ofbeldi gegn barnshafandi konum, í rauninni þá í tengslum við heimilisofbeldisverkefnið en gríðarlega mikla aukningu og áhættu að ræða varðandi barnshafandi konur og það í rauninni 30-40% sem hefst á meðgöngu í heimilisofbeldi gegn þeim. Við höfum einnig verið að beina sjónum okkur áhrif á börn, þau eru mjög bjargarlaus og vantar rödd og það þarf að skoða líka þetta tillit að beita barnasáttmálum og barnaverndarlögum í rauninni þessum 98. og 9. grein barnaverndarlaga. Nú síðast
kannski það sem ég ætlaði að tæpa á hér voru þetta með hatursglæpina sem við fórum að stað með í janúar á þessu ári. Það einnig þannig að það hefur líka töluverð sprenging í tilkynningu varðandi það, síðan að það verkefni fór á stað. Það snýr einkum að minnihlutahópum í samfélaginu og þá ofbeldi gegn þeim. Og það þessi skilgreining hatursglæpur og hatursorðræða, munurinn á því. Tjáningafrelsinu fylgir ábyrgð og það eru takmarkanir á tjáningafrelsinu samkvæmt lögum og það ber að virða, þannig að við höfum svona verið að elta þann hluta. En eins og ég sagði áðan, kannski til að enda á þeim upphafspunkti sem ég var með, að þá þessi one stop shop í rauninni sem að við gætum þá haft sem svona samræmingarmiðstöð fyrir þetta, þannig við næðum betur utan það og gætum skipulagt það út frá því. Þetta var allt í bili. Takk fyrir. Takk fyrir það, Alda Hrönn. Mér urðu á þau mistök að formaður ofbeldisvarnarnefndarinnar hefði nú átt að opna þennan fund, en úr því sem komið kannski ágætt að við höldum bara áfram með sérfræðingarna sem starfa með nefndinni og fáum formanninn til þess að tala að því loknu. Þannig ég bið Sigþrúði Guðmundsdóttur næsta í pontu og tek það fram að þessi ponta eitthvað sem við vinnum í að losa okkur við hér í Ráðhúsinu. Hún ekki fín ponta. Komið sæl og kærar þakkir fyrir að ég fái að vera hérna og ávarpa borgarstjórn og félaga mína í ofbeldisvarnarnefndinni og aðra gesti á þessum fundi. Ég kem með óskalista úr Kvennaathvarfinu í 5 liðum. Ég vandaði mig mjög mikið við hann því að ein af mínum vandræðum í lífinu það að ég fyllist oft valkvíða þegar ég er spurð hvað mig langi í, sem endar yfirleitt með því ég fæ aldrei neitt nema hrukkukrem í afmælisjólagjafir og þess vegna vandaði mig einstaklega mikið. Ég hefði getað komið með óendanlega langan lista en ég ákvað að skera hann niður í þessi 5 ennþá meira mikilvægri verkefni heldur en hinn sem ekki rötuð á listan. En ég tek undir þetta alveg hörmulega ponta, þetta er svona ekki gott fyrir loftrætt allavega. Ég ætla að byrja á því liður 1. Ég ætla að byrja á því að taka undir með henni Öldu Hrönn og minnast á þörfina fyrir samhæfingarmiðstöð í ofbeldismálum eða þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis eða one stop shop eins og Alda kallar það svo smart á útlensku. Og ég sé ótal marga kosti við þá hugmynd og gleðst við þá hugmynd að eiga það að slík miðstöð verði örugglega opnuð hér á landi í náinni framtíð einhvern tímann. Miðstöð af þessi tagi myndi létta okkur verkin, hún myndi samstilla okkur og hjálpa okkur að vinna saman, hún myndi stytta boðleiðir og væntanlega gera okkur skilvirkar í okkar störfum. Hún myndi fækka þeim tilfellum þar sem brotaþolar falla á milli skips og bryggju eða þurfa að leita hjálpar á mörgum stöðum áður en þeir rata á rétta staðinn og finna hver rétta aðstoðin að fá. Samhæfingarmiðstöð eða þjónustumiðstöð aftur á móti ein og sér mun ekki vinna verkin í rauninni og við sem stöndum vaktina í ofbeldisbransanum og svo margir aðrir munu áfram koma að þeim. Liður 2. Það sem blasir við okkur í Kvennaathvarfinu þegar kemur að heimilisofbeldi gríðarlega veik staða barna á ofbeldisheimilum. Og við verðum að gefa þessum börnum meiri gaum og taka sem samfélag ábyrgð á því að koma þeim til hjálpar. Börn sem búa við heimilisofbeldi upplifa vanlíðan og geta hlotið af því margvíslega skaðlegar afleiðingar. Þó sem betur fer geti börn komist heilsteypt frá slíkri reynslu og ekki hlotið þá annan skaða en skerðingu á lífsgæðum í æsku sem nú allnokkuð. En þá birtast afleiðingar heimilisofbeldis með ólíkum hætti eftir mismunandi þroskaskeiðum, svo sem seinkun í þroska og truflanir í svefn- og matarvenjum hjá ungum börnum, lágt sjálfsálit og hegðunar eða námserfiðleikar hjá börnum og leik- og grunnskólaaldri og misnotkun vímuefna og jafnvel sjálfsvígshugsanir hjá unglingum. Meðal alvarlegustu afleiðinga ofbeldis á börn þróun geðraskana eins og kvíða, þunglyndis og áfallastreitu röskunar sem geta verið langvinnar og fylgt barninu fram á fullorðinsár. Fjölmargar rannsóknir sýna að börn sem verða vitni af ofbeldum á heimilu eða eru beitt annars konar sálrænu ofbeldi geta hlotið og hljóta oft af því engu minni skaða en börn sem beitt eru líkamlegu ofbeldi. Og barn getur orðið vitni af ofbeldunum í ýmsum hætti, ekki bara með því að horfa á það eða heyra heldur líka með því að sjá afleiðingarnar eða upplifa vanlíðan og ótta annarra heimilismeðlima.
Ótal rannsóknir á heimilisofbeldi sýna að almennt vanmeta foreldrar, bæði þolandi og gerandi, hversu mikið börn þeirra hafa orðið vör við það ofbeldi sem beitt er á heimilinu. Og ég held því miður að það sama eigi við okkur öll sem samfélag og það verður að breytast. Ég held að við verðum að fara að tala við börn heimilisofbeldi og þátt okkar fullorðna fólksins og ábyrgð okkar. Það er að segja það að það er sá sem beitir ofbeldinu sem ber ábyrgðina á því og það sé okkar fullorðna fólksins að leysa vandann þó að börn þurfi reyndar stundum að hjálpa til með því að segja frá. Verkefni Saman gegn ofbeldi er skref í þá átt að hlusta meira á börn á ofbeldisheimilum, ekki síst með því að sinna börnum í útköllum lögreglu og það er afskaplega gott. Hins vegar er lögregla í fæstum tilfellum kölluð út þegar ofbeldi er beitt á heimilum. Að sama skapi höfum við í Kvennaathvarfinu lagt mikla orku og vinnu í það að bæta verklag þegar kemur að vinnu með börnunum okkar í athvarfinu, en líklega sem betur fer dvelur bara lítill hluti barna af ofbeldisheimilinu nokkur tína í Kvennaathvarfinu. Börn hafa hins vegar skýra tilhneigingu til að vera í leik- og grunnskólum og í frístundaheimilum og við verðum því samhliða því að ræða við börnum ofbeldi og hvetja þau til að segja frá búi þau eða einhver annar eða einhver sem við þekkja við ofbeldi, þá verðum við að undirbúa starfsfólk þessara stofnana undir það að hlusta á börnin segja frá óþægilegum hlutum, greina vanda þeirra að einhverju marki, hlúa að þeim með tilliti til vandans og það sem ekki er síst mikilvægt að koma málinu svo áfram í annan farveg. Og þetta hefur svo keðjuverkandi áhrif því að þessu fylgir að yfirstjórn og stoðþjónusta skólana þarf að vera í stakk búin til að handleiða á leiðbeina starfsfólki og barnavernd þarf að hafa bolmagn til að bregðast við tilkynningum. Það væri hægt að stefna að þessu markmiði með því að klastra upp svona hinu og þessu átaksverkefni, tala svolítið við börn og tala svolítið við starfsfólk og bæta eitthvað hér og svona, en áhrifameira og hagkvæmara þegar til lengri tíma er litið væri að gera heilsteypta áætlun það hvernig við viljum að þessum málum sé háttað í okkar borg, hvernig við ætlum að tala við börnum ofbeldi, hvernig við undirbúum þau sem eru líklega til þess að heyra þeirra sögur og hvernig við undirbúum svo þá sem þurfa að bregðast við líðan og upplifunum þeirra sem heyra sögur barnanna. Þetta var punktur 2, ég lofa ykkur að það var lengsti punkturinn. Punktur 3 eru forvarnir. Það er gott og gríðarlega mikilvægt að styðja við þolendur ofbeldis en oft, allavega 400 sinnum á ári, það er að segja þegar ný kona bankar upp á í Kvennaathvarfinu, æpir það á okkur hvað það væri gott ef að þó ekki nema einhverjir af þessum konum hefðu sloppið við að vera þolendur. Nú er ég ekki sérfræðingur í ofbeldismönnum, frekar í svona verkum þeirra því að ég hitti konurnar þeirra og hef setið árabil í verkefnisins heimilisfriður sem áður hét Karlar til ábyrgðar og er meðferðarúrræði fyrir þá sem að beita ofbeldi á heimilum vilja hætta því. Og ég sannfærist alltaf betur og betur það að oft, ekki alltaf en oft er heimilisofbeldi afleiðinga þess að sá sem ofbeldinu beitur ræður ekki við hlutverk sitt. Og svo ég sé trú veruleikanum okkar í Kvennaathvarfinu, þá snýr það að sá sem ofbeldinu beitur ræður ekki við hlutverk sitt sem eiginmaður eða sem fjölskyldumaður eða sem faðir. Að hann ætlaði sér í upphafi ekkert slæmt og hann var bara eins og gerist og gengur skotin í stelpu og giftist henni eða stofnaði með henni heimili og eignaði sem henni börn og ætlaði að reynast henni vel en ræður svo ekki við hlutverkið. Hann kann ekki að leysa ágreiningum við friðsamlegan hátt. Hann kann ekki að bera virðingu fyrir konunni sinni eða líta á hana sem jafningja sinn og kann kannski ekki að bera virðingu fyrir konum almennt. Hann kann ekki að stjórna neikvæðum tilfinningum sínum, hann kann ekki að takast á við streitu, vonbrigði eða afbrýðisemi og hann kann ekki við að biðja hjálp þegar hann er að bugast, enda er hann karlmaður sem á ekki að láta bilbug á sig finna. En sem betur fer er hægt að kenna fólki ýmislegt, sérstaklega með góðu fordæmi og með því að byrja fræðslu snemma. Og ég held að markviss jafnréttis- og mannréttindafræðsla, tilfinningafræðsla, samskiptafræðsla, kennsla gagnsleysi eða tilgangsleysi hugsanalesturs og viðurkenning á því að þegar við þurfum hjálp þá eigum við að biðja hana, geti ekki annað en dregið úr líkunum á því að fólk síðar á ævinni líti á ofbeldi sem raunhæfa leið til þess að tjá sig eða til þess að leysa ágreining. Og varðandi forvarnir gætu við eins og í lið 2 gert sitt lítið að hverju og sjálfsagt myndi alltaf því gera gagn en ég held líka aftur að heildstæð forvarnarstefna myndi skila meira á hann grjós bara til lengri tíma bæði þjáningar, mannlegar þjáningar og fjármagn. Liður 4. Við þurfum að eiga millibilshúsnæði fyrir konur sem að koma úr dvöl í Kvennaathvarfinu, öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði
þar sem konur geta dvalið fyrstu mánuðina eftir að þær koma úr athvarfinu og eftir að þær slíta sambandinu við ofbeldismanninn. Þessa erfiðu mánuði meðan kona er enn gift ofbeldismanni en hefur ekki aðgang á eignum sínum er í rauninni praktískt séð einstæðingur eða einstæð móðir án þess að njóta stuðning sem slík. 5. Við þurfum að muna betur eftir jaðarsettum hópum. Ég held að við séum alltaf að vinna nokkuð vel að því að sinna konum af erlendum uppruna sem er í ofbeldissambandi, en ég held að við óttast að við munum síður eftir öldruðum konum eða fötluðum konum eða langveikum konum eða barnshafandi konum eða nýorðnum mæðrum. Og skref í átt til þess að þjónusta þessa hópa betur væri fræðsla til fólks sem sinnir þjónustu við þennan hóp. Takk fyrir. Við þökkum Sigþrúði fyrir og þá er næst Jenný Ingudóttir frá Landlæknisembættinu. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Við erum mjög spennt að stíga þetta púlt. Mér finnst þetta bara fínt sko. Getur maður rúllað sér eitthvað? Heyrðu, ég starfa sett hjá embætti landlæknis og ég er á sviði áhrifaþátta heilbrigðis og við erum dálítið meira í heilsueflingu og forvörnum þar. Og nú veit ég ekki, kannski voru einhverjir hérna á fundinum áðan með kollegum mínum þar sem verið að fjalla lýðheilsuvísa fyrir borgina. Og það sem við erum þá að hugsa er kannski að reyna að hindra það að allir þessi slæmu hlutir komið fyrir fólk og að það getur bara lifið góðu og heilsusamlegu lífi. Og til þess þarf náttúrulega að leggja áherslu þá á heilsueflingu og fyrsta stigs forvarnir. Hjá embættinu þá erum við með nálgun sem kallast á heilsueflandi samfélag. Eru þið búin að fá alveg kynningu á því kannski? Og þar myndum við vilja sjá inni þessa þætti sem að varða öryggi, þá bæði umhverfið en líka strúktúr og eins og í skólunum og nálgunum okkar þar erum við með sérstaka þætti eins og leikskólunum og grunnskólunum sem varða öryggi. Þá er það bæði svona utanaðkomandi ofbeldi og líka bara á milli barna. Við viljum líka ég held að þurfi bara að kenna samskipti eins og hún var að tala hún Sigþrúður, það kemur enginn elst upp og allar að verða ofbeldismanneskja eða beita ofbeldi, að þetta fólk komin í eitthvað öngstræti og það þarf að kenna börnum og stundum fullorðnum samskipti. En eins og ég segi, okkar þverfaglegu verkefni eru þá líka með eins og áherslu á geðrækt, þar sem einmitt fjalla þetta, bara hvernig komið fram við börn, hvernig kennarar koma fram við börn og börn sín á milli. Og það er líka sérstakur þáttur heilsueflingu starfsfólks og við vitum það náttúrulega líka ef að starfsfólkinu líður vel þá er það betur í stakk búið í sínu hlutverki. Við erum einnig með bækling sem við unnum nú í samstarfi við neyðarmóttökuna áfallaviðbrögð við kynferðisofbeldi og svona spjald neyðarmóttökuna. Og við höfum þýtt það á ensku og maður bíður eftir að geta gefið það út og vonumst til að geta þýtt það líka á pólsku. En já, það er svona kannski á hinum meðferðar endanum. En það sem við viljum gera er þá frekar að koma í veg fyrir þetta. Við erum með ekki sérstaklega að sinna kannski núna heilsueflandi vinnustöðum en við erum með bækling varðandi það að því við erum að tala ofbeldi svona almennt, ekki bara gagnvart börnum og þá má nefna þar náttúrulega komið nýr reglugerð einelti, kynbundið ofbeldi og kynferðislega áreiti á vinnustöðum þar sem er verið að skilgreina nánar hvern þátt fyrir sig. Og það er bara að því að við vorum svona beðin að koma kannski með svolítið ráð til borgarinnar þá bara náttúrulega bara við erum að gera þetta líka hjá embætti landlæknis að uppfæra okkar mannauðsstefnur og annað í samræmi við þetta. Nú svo auðvitað eins og þau töluðum líka fræðsla til þeirra sem bara starfa með fólki og þá ekki bara þeirra sem starfa með börnum og hópum sem standa einhvern veginn veiki fyrir en bara öllum sem að starfa með fólki og bæði þekkir einkennin að þú lærir sjálfur samskipti hvernig þú kemur fram við eins og ofbeldi gegn fötlum felst stundum í því að sá sem að beitir í bara kemur fram við hann fatla eins og hlut eða tekur hann einhvern veginn, tekur á honum sko. Og fólk þarf auðvitað að læra þetta, hvernig að koma fram við aðra. Og svo líka að þekkja einkennin og geta þá brugðist við. Nú, við höfum líka hjá embættinu gefið út námsefni sem er fyrir 9. og 10. bekk. Við erum búin að pröfukera það nokkru sinnum og eigum núna aðeins efni til. Þetta er byggt á bandarískri fyrirmynd, hét Safe Dates þar, en við erum búin að aðlaga það að íslenskum aðstæðum og það sem okkur finnst mjög gott varðandi þetta efni er líka að það er byrjað að tala góðu hlutina. Þetta er ólíkt eins og kannski sumum forvörnum þar sem
og veist, nú ég úling og maður langar bara að byrja ekkert að drekka, ekkert eitthvað þegar þú byrja að drekka, heldur bara ekkert vera því. En sambönd, það svona, maður kannski reikna með að allir verði einhvern tímann í einhvers konar sambandi, hvort sem það ástarsamband eða bara vináttarsamband. Og þá verið að leggja upp með hvað við viljum fá í sambandi og hvað við viljum ekki fá. Og það líka það, hvernig komum við fram með aðra, að við verðum stundum svolítið upptekin af þessu og maður finnur stundum fyrir þessu í bara umræðu eins og einelti og annað, að það svolítið alltaf þú veist að einhver beiti mig einelti en það aldrei það eitthvað sem ég gerir kannski sem að kemur illa við annan fólk og það líka að fara yfir það í örugg saman og við myndum bara ráðleggja ykkur að taka það inn í borgina en varðandi verkefnin okkar sem heilsueflandi samfélag og við erum með heilsueflandi framhaldsskóla, nú veit ég að framhaldsskólanir eru á vegum ríkisins en þeir eru engu að síður margir í borginni, það heilsueflandi grunnskólar, heilsueflandi leikskólar. Þessi verkefni eru akkurat eins og Sigþrúður var að tala að breyta svona menningunni og breyta starfsháttum, ekki eitthvað námskeið eða eitthvað eitt sem gert eða eitthvað sniðu jógadína sem keypt inn eða eitthvað þannig, heldur að við breytum aðeins starfsháttum hvernig við gerum hlutina þannig að umhverfið styðji betur við og sé menningin sem við breytum. Það á í sjálfu sér ekki að kosta neitt, en auðvitað kostar það ákveðið í tíma og skólarnir og leikskólarnir sem ég veit eru mjög aðþrengdir núna þurfa auðvitað að hafa tíma ef þeir eiga geta að sinnt þessari nálgun og komið þessari menningu inn. Þannig að ég held að ég ætli bara að láta lokið þar. Takk fyrir. Við þökkum Jenný Ingudóttur fyrir hennar innlegg og bjóðum þá formann ofbeldisvarnarnefndarinnar síðasta en ekki sísta til þess að taka til máls. Það Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, góðan daginn. Ég heiti Heiða Björg Hilmisdóttir og borgarfulltrúi og auðmjúkur formaður þessara nefndar sem kölluð ofbeldisvarnarnefnd Reykjavíkur. Nefndin var til á sameiginlegum svona hátíðarfundi, kvennafundi borgarstjórnar í síðastliðið vor eins og Sóli Tómasdóttir, borgarfulltrúi, sagði ykkur frá áðan og var svona bæði kannski svar Reykjavíkurborgar við svona byltingunni 2015 eins og hún kölluð, þar sem var svona mikið ákall það að samfélagið einhvern veginn tæki ábyrgð og myndi bregðast við öllum þeim fjölda fólks sem að steig fram og sagði frá hvernig það sá samfélagið og í hverju það hefði lent sjálft jafnvel. En svo vorum við líka svolítið að heiðra minningu kvenna fyrir 100 árum sem að byggðu Landspítala af því að þær vildu tryggja heilbrigði landans og við hugsaðum helsta heilbrigðisógn samtímans ofbeldi gegn konum og börnum. Það faktist þannig og þess vegna eðlilegt að við heiðrum líka minningu þeirra með því að stofna ofbeldisvarnarnefnd og reyna að berjast gegn þeirri heilbrigðisógn með svona skipulegum hætti. Þannig að þrátt fyrir að ofbeldisvarnarnefnd sé ekki neitt ofbeldi óviðkomandi þá ákváðum við sem sagt fyrst svinn að leggja áherslu á ofbeldi gegn konum og börnum og með því að stofna nefndina þá erum við búin að tryggja að þessar forvarnir í rauninni viðvarandi verkefni á borði stjórnmálamanna og það fannst okkur mikilvægt, ekki bara eitthvað sem við gerum þegar kemur skýrsla að koma einhver slæm tíðindi að við förum þá að bregðast við. Þið þekkið eflaust alls konar tölur varðandi hversu mikil áhætta það að lenda í ofbeldi, þannig ég þarf eflaust ekki að fara neitt ofan í það, en við til dæmis bárum saman líkurnar á því að barn yrði fyrir bíl eða barn yrði fyrir ofbeldi og þær eru margfalt meiri og maður spyr sig oft hvers vegna tölum við ekki meir það, því það einhvern veginn miklu meira að tala það hættuna í því að vera í umferðinni heldur en að umgangast annað fólk. Kannski gott, en líka kannski af því að það svolítið óþægilegt að tala ofbeldi og hversu algengt það í samfélaginu okkar. Því að tölur eru jafnvel þannig að önnur hver kona verður fyrir ofbeldi á ævinni og margar þeirra fyrir kynferðisofbeldi einhvern tímann á ævinni. Reykjavík hefur áður tekið forystu í mannréttindamálum og þess vegna fannst okkur eðlilegt að við tækjum svolítið forystu í ofbeldisvarnarmálum og við höfum gert margt í Reykjavík, það ekki þannig að við sem að byrja með tómt borð, alls ekki, en okkur fannst mikilvægt að það væri einhver staður í Reykjavík þar sem væri samtal við grasrótina og að borgarstjórn væri alltaf ljóst hver staðan væri í Reykjavík, hvaða forvörnum eru að beita, hvaða þjónusta í boði bæði fyrir brotaþola og gerendur líka,
því að við getum ekki kannski stoppað ofbeldi nema við horfum líka á það hver það sem að beita ofbeldi og af hverju hann að gera það. Og okkur finnst líklegast að við náum árangri með því að koma svona svolítið saman. Og mér hefur nú þegar fundist starfið í ofbeldisvarnarnefnd mjög gagnlegt. Við höfum ekki starfað lengi og þetta eins og forseti borgarstjórnar sagði hér upp að þetta fyrsti sameiginlegi fundurinn okkar en að við erum 3 frá Reykjavíkurborg, 3 borgarfulltrúar og síðan setjum við saman sem sagt embætti landlæknis, Stígamót sem ekki gátu verið með okkur í dag, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, Kvennaathvarfi og síðan hefur við kallað til bara fleiri aðila eftir því hvað við erum að tala hverju sinni. Og við höfum haldið fjölda svona óformlegra funda líka þar sem við erum að velta fyrir okkur hvernig við getum gert og hvað við getum, hvernig við eigum að forma þá aðgerðaáætlun gegn ofbeldi í Reykjavík sem við erum að forma. Við höfum meira að segja fengið beiðni frá ríkinu að fá að vera með í ofbeldisvarnarnefnd Reykjavíkur og það tókum við bara einharðlega sem stuðningsyfirlýsingu og merkjum það að við værum orðin mikilvæg í þessum málum og eldi okkur bara og það gott, en því miður eru verkefni næg ennþá, það auðvitað væri best ef það þyrfti enga ofbeldisvarnarnefnd. En Reykjavík eins og ég sagði áðan í mörgum mikilvægum verkefnum sem eru það sem við erum að bregðast við ofbeldi og vinna gegn. Náttúrulega saman gegn ofbeldi er stórt verkefni sem við vitum að nú þegar að skila miklum árangri og var farið af stað löngu áður en þessi nefnd var skipuð. Við erum að forma sérstakar tillögur það hvernig við ætlum að bregðast vinna gegn mansali og bregðast við þegar mansalsmál koma upp og við erum nú þegar búin að setja inn innkaupareglur borgarinnar að við viljum ekki eiga viðskipti við slík fyrirtæki sem að nýta sér mansal. Við erum á vegum velferðarsviðs í gangi verkefni þar sem við verðum að horfa á ofbeldi gegn fötluðu fólki, þar sem sérstaklega verið að horfa á fatlað fólk sem fær þjónustu frá borginni og verkefni Safe Cities, við höfum líka verið að undirbúa okkur og fara að stíga inn í það og þá erum við svolítið að skoða öryggi bara í almannarými og öryggi bara hins almenna borgara, þar kemur margt eins og inn á umhverfis- og skipulagssvið, bara hvernig skipuleggjum við borg og hvernig lýsum við borg og fleira slíkt. Og allt þetta verður núna hluti af aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi og líka aðgerðirnar sem okkar samstarfsaðilar munu leggja inn, þær aðgerðir sem þau ætla að fara í. Nú við erum með jafnréttisskóla á skóla frístundarsviði sem kennir börnunum það hvernig má koma í veg fyrir ofbeldi og við höfum líka verið að tala svona kynferðislegt áreiti, það komum til dæmis mjög svona áhugaverða niðurstöður í fyrra hversu algengt kynferðislegt áreiti er og við höfum verið að ræða það hvað við getum gert og þar höfum við hort til dæmis til Gautaborgar þar sem að hótel og veitingastæður fá ekki starfsleyfi nema að þeir hafi sent starfsfólki sitt á námskeið þar sem að þeir hafa lært hvernig má koma í veg fyrir kynferðislegt áreiti, hvernig má taka eftir kynferðislegt áreiti og hvað er gert til þess að þegar það kemur upp. Þannig að allir sé bara þjálfar í þessu og það hefur sýnt sig að það hefur skilað góðum árangri því það vill enginn missa vínveitingaleyfi. Allavega ekki neitt í Gautaborg, gerir ekki ráð fyrir að það sé heldur í Reykjavík. Og þar hafa þau líka unnið sérstaklega með svona borgarhátíðum því þar einmitt mikið á svona borgarhátíðum eins og við erum hér með. Nú við höfum rætt sameiginlega auglýsingaherferð gegn mansali og klámi og ofbeldi og þar höfum við bæði rætt við ríkið og Rauða krossinn sem hefur fengið það hlutverk að hluta frá ríkinu. Klámfrí hótel, er það eitthvað verkefni sem okkur finnst mikilvægt að ráðast í? Það eru til samtök sem heita Real Stars sem eru samtök sem að gefa hótelum alvöru stjörnur og það eru stjörnur fyrir þau hótel sem að skuldbindast í þess að þar sé ekki mansal og þar sé ekki klám og þar sé ekki nein kynlífsþjónusta. Við höfum lagt áherslu á það að við viljum sjá áfangaíbúðir fyrir konur sem eru að koma úr Kvennaathvarfinu og þar erum við með þetta í samstarfi við Sigþrúði þar sem við sjáum að konur stundum festast svolítið þar af því leigumarkaðurinn er eins og hann er og eins líka kannski erfitt að losna úr samböndum sem þar eru í. Og við höfum einmitt hugsað líka að við þurfum að finna einhverja leið til þess að bregðast í því ofbeldi sem eldra fólk verði fyrir, fólk í samkynja samböndum og svona þetta hefða og trúarskoðunar ofbeldi sem að við erum kannski ekki komið með margar aðgerðir nú þegar á
á taktinunum við. Það virðist vera eins og ofbeldi fólks að erlendum uppruna sé hlutfallslega meira en annarra. Við vitum ekki hvort það þannig, kannski hafa bara færra fólk til þess að leita til. Við kannski sem erum ekki erlendum uppruna leitum kannski bara til frænku eða eitthvað meðan þau þurfa að leita sér, það margt. En ef það þannig þá þurfum við að skoða það, ofbeldi á netinu og svo ofbeldi gegn börnum eins og samstarfsaðilar mínar hafa komið inn að það mjög aðkallandi samfélagslegt vandamál sem við þurfum að bregðast við. Og þar kemur inn eins og hrelliklám og einelti og alls konar sem það í rauninni bara sér verkefni sem að vera hægt að ráðast í. Og einmitt það, hvernig getum við hjálpa börnum að stíga fram og hvernig eigum við að bregðast við þegar börn hafa sagt frá. Þar hefur meðal annars náum 8 fundur síðastliðinn vetur sem talaði mikið það verður að vera einhver vinur, það verður að vera einhver sem að börnin geta treyst, helst í hverjum einasta skóla. Forvarnir eru mjög nauðsynlegar og ég held að við séum nú þegar búin að snerta svona nokkuð marga þætti. Við viljum gjarnan að ná einhvers konar vitundavakningu meðal starfsstaða borgarinnar og meðal bara samfélagsins alls, kannski gegnum þetta heilsueflingarverkefni, heilsueflandi samfélag og líka með þessari sérstöku aðgerðaáætlun. Það að stofna ofbeldisvarnarnefnd, það eitthvað sem við höfum svolítið horft til Svíþjóðar. Í Stokkhólmi, þar sitja kjörnir fulltrúar í svona stefnumótandi nefnd sem að vinnum við félagsþjónustu, skólum og lögreglu og heilsugæslu og barnavernd og kvennaatkurum, svona svipað eins og við erum að gera. Og þannig við erum að reyna svona að læra af öðrum, þannig að við séum virkilega að gera það sem að hefur virkað vel annars staðar. Þannig að það virkilega verði ekki bara eitthvað við séum að tala málið og svo verði það ekkert úr þessu. Og þannig að við leggjum mikið upp úr því að vera í miklu samstarfi við þá sem að eiga svo að framkvæma það sem að við erum að velta fyrir okkur. Mér hefur þótt mjög vænt það hversu svona þverpólitísk samstaða hefur verið það í borgarstjórn að þetta sé mikilvægt verkefni, að það sé mikilvægt að stjórnmálin hafi ofbeldi og ofbeldisforvarnir á sínu borði og við séum að bregðast við og ég held að við eigum bara, og ég veit að við viljum það, við viljum öll gera allt sem við getum gert til þess að stuðla að friðsælli borg og auknu öryggi borgarbúa og ég hlakka í rauninni bara til að heyra eins meira í ykkur öllum hér og hvaða sýn þið hafið á þetta og hvort það eitthvað sem við erum virkilega að gleyma eða hvort það eitthvað sem þið vilja sérstaklega við leggjum áherslu á og hlakka bara til að eiga þennan fína dag með ofbeldisvarnarnefndinni og borgarstjórn og ég bara vona að hann megi nýtast okkur sem best. Takk fyrir það, Heiða. Þá tekur næstu til máls háttvörtur borgarstjóri og borgarfulltrúar beðnir að gefa mig merki sem hafa að taka til máls. Forseti, ágæta ofbeldisvarnarnefnd og borgarstjórn. Ég vil nú byrja því að þakka fyrir þennan fund og þakka ofbeldisvarnarnefndinni fyrir hennar störf. Það er kannski ekki massum það, við erum að hitta svona í fyrsta skipti að við erum að finna svona út úr forminu þannig að það gleymdist alveg að klappa fyrir Öldu þegar hún flutti hér fyrst í röðin og leggi til að það veri klappa alveg sérstaklega fyrir. En það eru reyndar margþætt tilefni til þess. Ég verð að segja að samstarfið við lögregluna og höfuðborgarsvæðinu í tengslum við heimilisofbeldisverkefnið, í tengslum við verkefni sem við erum núna að undirbúa varðandi ofbeldisfría skemmtistaði og fleiri verkefni hefur verið alveg einstaklega gott og farsælt og borgin sem hefur lengi brunnið fyrir þessum málum þarna komið með bandamann eins og raunar frjáls félagasamtök og núna landlæknisembætti líka sem líka fagnaðarefni. Þannig að ég vil bara þakka lögreglunni og ofbeldisvarnarnefndinni fyrir hennar fyrstu skref. Þegar við erum að ræða hvað svona í deiglunni og hvað ætti að vera næst, þá finnst mér svolítið mikilvægt að Reykjavík sem háskólaborg, sem ung og fersk borg, getum við sagt, sé með öflugt næturlíf. En það á að vera laust við ofbeldi og þess vegna finnst mér það vera bara eðlilegur og snar þáttur af því að vilja vera borg með skemmtilegt næturlíf, að vinna með skemmtistöðum og þeim sem þá reka í að
finna leiðir til þess að tryggja að það sé ekki skuggahliðar á því. Allavega að gera allt sem í okkar valdi stendur og þess vegna held ég að þessi vinna að ofbeldisfríum skemmtistöðum skipti mjög miklu máli og öll þessi verkefni eru líka mikilvæg vegna þess að við erum auðvitað alltaf að miðla út í samfélagi þeim skilaboðum að ofbeldi sé ekki liðið og það sé engin svona kúltúr, svona einhver ofbeldiskúltúr sem fá að þrífast í borginni og maður á kannski ekki að ganga langt í að túlka en þegar ég heyri umræðu í fjölmiðlum ofbeldi án snertingar og slíkt að þá geti ekki varist þeirri hugsun að þau skref sem við erum að taka, til dæmis varðandi heimilisofbeldismálin, hafi fylgt fórnarlömb og þá sem verða fyrir ofbeldi ákveðinni von að við séum sem samfélag að taka þessi mál fastari tökum og það er jákvætt ef að þetta er rétt tilfinning. Nú er auðvitað engin rannsókn þarna baki en ég held að við eigum að ýta undir þá tilfinningu í samfélaginu að ofbeldi sé ekki liðið vegna þess að það er hluti af því að taka á því. Að draga fram að ofbeldi í öllum þessum myndum er vandarmál sem verður tekist á við. Það getur auðvitað verið flókið og margflókið en þá glímum við það á þeim forsendum. Ég styð heilshugar hugmyndir ofbeldisvarnarhús eða one stop shop eða hvaða nafn sem við finnum fyrir það. Ég held að það sé eðlilegt skref, kannski í fyrstu sem tilraunaverkefni til einhverja ára og borgin hefur fullan hug að því að koma að því ef það er sammæli þeirra sem er í framlínu á þessu vettvangi að það sé eðlilegt næsta skref og til góðs. Mér finnst skipta mjög miklu máli að það veri breið samstaða það og það komi allir að því sem þarf þannig að þetta sé til að í raun að koma til móts við þá sem þurfa að sækja sér þjónustu en sé ekki svona enn einn viðkomustaðurinn eða viti hvað ég á við. Þannig að mér finnst svona mikilvæg skilaboð til ofbeldisvarnarnefndarinnar á svona þessu fyrstu skrefum hennar er að hún hefur fullan stuðning borgarinnar og við erum þess albúin að koma að verkefnum á þessu sviði eins og þarf. Því að það er bara lykilþáttur í því að gera samfélagið betra. Takk. Það er ekki hefð fyrir því að það sé klappað á fundum borgarstjórnar en allar hefðir má brjóta. Við þökkum borgarstjóra fyrir með lofataki meira að segja og bjóðum Kjartan Magnússon, borgarfulltrúa, velkomin í pontu. Forseti, ágæta ofbeldisvarnarnefnd og borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil þakka fyrir þennan fund hér í dag og þakka ofbeldisvarnarnefnd kærlega fyrir hennar störf sem er alveg ljóst af þeirri umræðu sem við höfum hlýtt á hér í dag og bara þá umræðu sem er í gangi í borginni að er mjög þörf. Þetta er mjög þarft starf. Ofbeldið, við vitum það að ofbeldi er allt í kringum okkur. Mannskepnan, hún er söm við sig og stundum er sagt að í hverju manni þá blundi eitthvert fól eða það sé að minnsta kosti við ákveðnar aðstæður hægt að kalla það fram og ég hef lesið kenningar það að mannsheilinn, hann breytist mjög hægt, það sé ekki við því að búast að mannsheilinn, þráttur að við séum á þróunarbrautinni þá séum við að tala árþúsundir þegar við tala breytingar á mannsheilanum. Hann hafi verið kenningar það að hann hafi verið ekkert breyst að ráði í 50.000 árið eða svo. Þannig að það er ljóst að við erum þegar við lítum til fortíðar og við þurfum ekki eins og lítið til fortíðar, við getum litið til þjóðfélaga annar staðar á jarðarkringlunni, þá sjáum við að það er ákveðið í öllum þjóðfélögum er ákveðið ofbeldi, það getur verið mismikið og það getur verið með ólíkum hætti en það þarf alls staðar að takast á við þetta. Og ég vil trúa því að okkur hafi að mörgu leyti miðað áfram.
núna stendur yfir merkileg umræðum eineltismál í Reykjavík og það eitthvað sem við viljum fá núllausn á, við viljum ekki líða neitt einelti í skólum borgarna til dæmis og við trúum því og vitum það að það miklu meiri fræðslu þetta en áður, þannig að við teljum svona í stóra samhenginu okkur hafi miðað áfram, en eftir sem áður þá eru mörg óleyst vandamál og við vitum og við sættum okkur ekki við annað heldur en að þau séu leyst flest eða öllu saman. Nú þetta og ég segi já, ofbeldi víða í borginni, í þjóðfélaginu, ofbeldi á heimilum, það á götum úti, það á vinnustöðum, það í skólum og svo framvegis. Þetta þurfum við að takast á við, ekki sístu ofbeldi sem innan veggja heimilina og margar borgarstofnanir tengjast þessu með beinum hætti og mér hefur fundist merkilegt að heyra umræðunni hér þetta one stop shop eða ofbeldisvarnarhús ef að nefndin á því að það eigi að fara í slíkt verkefni þá tel ég einboðið að fara í það. Kvennaathvarfið hefur unnið mjög gott starf í áratugum saman og það rétt, þetta kannski að taka við af því. Ég velti fyrir mér að félag einstæðra foreldra var með hús þangað til fyrir nokkrum árum, það var lagt niður. Maður veltir fyrir sér hvort að það var hægt að byggja á þeirri reynslu sem aflaðist þar til þess að fara slíkt verkefni hér í borginni. Ég til líka mjög æskilegt að tengja stofnanir ríkisins inn í þetta verkefni með góðum hætti, tengja heilbrigðisráðuneytið og innanríkisráðuneytið við þetta verkefni. Ég veit að Kristján Þór og Ólöf Nordal, þessi ráðherrar, þau vita af þessu og þau hafa sýnt í áhuga á að heyra meira það. Við sjáum það, við vitum að Ísland smá saman að breytast í borgríki. Samstarf okkar við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu alltaf að eflast, þannig að hér smá saman að myndast, getum við sagt, 200.000 manna borg og við vitum það að þeir sem þolendur ofbeldi sem lendi í vandanum út á landi, þeir leita í mörgum tilvikum til næsta stóra byggðakjarna sem í mjög mörgum tilvikum Reykjavík, þannig að okkar stofnanir þessu leiti, þær eru kannski ekki bara þjóna borginni heldur öllu landinu og af þeirri ástæður ekki síst æskilegt að fá ríkið með í þetta samstarf. Og með því að kalla borgarfulltrúa á þennan fund í dag, þá er þetta verið að segja og verið að hjálpa okkur að átta okkur á þessu, það er verið að láta borgarfulltrúa fylgjast með og þá er spurningin, eiga borgarfulltrúar að fylgjast með? Einhvern tímann heyrði ég því haldið fram að borgarfulltrúar ættu bara að skipta sér af málum sem heyra beint undir þá, en vegna þess að þá er þetta að segja að ofbeldi heyri undir ríkið, þá er ekki að skipta okkur af því og ég að sjálfsög ekki sammála þessari skoðun vegna þess að ef við ætlum að kljást í þann vágett sem ofbeldi þá þarf að gera það á öllum vígstöðum. Mér finnst mjög merkilegur sá árangur sem lögreglan hefur náð á undanförnum árum, ekki síst eftir ákveðna mannabreytingar hér í Reykjavík. Við sáum það að bara breytt vinnulag, ákveðin aðalega í lögreglunni suður með sjó og síðan hérna í Reykjavík, urðu til þess að tilkynningum fjölgaði. Það var ekki verið að, við vissum að það var ekki sjálfur sér aukning endilega á vandamálinu, heldur bara það var verið að breyta vinnulagi þannig að vandamálinu kom betur upp á yfirborðið og með því að ná vandamálinu betur upp á borðið þá var auðveldara að takast á við það. Og snertifletir lögreglunar við borgina eru þetta margir og ég vil nefna það við þetta tækifæri að ég tel að það mætti bæta og það sé nauðsynlegt að bæta efla samstarf lögreglunar við borgarfulltrúa. Það er alls ekki nógu mikið og það var meira. Í einhverja áratugi það var hér áður starfandi nefnd sem hét samstarfsnefnd löggæslumálefni. Þetta var vettvangur fyrir samskipti og samstarf lögreglunar og Reykjavíkurborgar og gerði tillögur úrbætur í málefnum sem varðaði löggæslu í borginni. Og af hálfu borgarinnar voru í þessari nefnd kjörnir fulltrúar, ég satt í eitt kjörtímabil og átti þar mjög gott samstarf og við borgarfulltrúar sem voru þar áttum gott samstarf okkar á milli og áttum líka mjög gott samstarf við fulltrúa lögreglunar í nefndinni. Og mér fannst þetta skipta mjög miklu máli. Lögreglan notaði þennan vettvang óspart til þess að upplýsa okkur borgarfulltrúana atriði sem var hægt að færa til betri vegar. Stundum voru þetta mjög viðkvæm mál sem erfitt var að ræða opinberlega
og lögreglan notaði þá tækifæri til að ræða þau við okkur í trúnaði og ekki síst þess að við getum þá beitt okkur innan stofnana borgarinnar til að gera bót á. Og hvaða stofnana, það gat verið nánast hvaða stofnun sem leikskólar, grunnskólar, íþróttafélög, ákveðið hverfasamstarf, jafnvel í félagsíbúðum eða vinnustöðum borgarinnar. Og ég fullir það að þetta samstarf skilaði miklu, en því miður þá var þessi nefnd lögð niður, menn töldu þegar lagi og mér fannst ekki vera góð reynsla af þeirri niðurlagningu. Og fyrir 3 árum þá lögðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að nefndin yrði endurvakin í því skyni að bæta ennþá samstarfi milli lögreglan og Reykjavíkurborgar. Því miður þá féllst þáverandi meirihluti Samfylkingar og Besta flokksins ekki á það með okkur að endurvekja þessa nefnd og vísaði til þess og tillögan var flutt í borgarstjórnina að vísaði í borgarráð þar sem henni var hafnað og vísaði til þess að samstarfi væri mjög gott. Og ég efast ekki það að samstarfi gott í sjálfu sér milli lögreglunnar og Reykjavíkurborgar. Samstarfi fer þannig fram núna að borgarstjóri hittir lögreglustjóra held í einu sinni í mánuði og þeir fara yfir ákveðin mál saman og ég alveg viss að það samstarfi gott. En það samt samtal 2 góðra embættismanna, það ekki haldin fundargerð yfir það. Þannig að við sem borgarfulltrúar, til dæmis, kjörnir fulltrúar, við fáum ekkert að vita hvað það snýst. Ég segi og hef sagt áður, ég teldi algjört lágmark að af þessum fundum ritaðar fundargerðir þannig að kjörnir fulltrúar í borginni fengi að vita meira samstarf lögreglunnar og borgarinnar. Og svo teldi ég auðvitað að það væri rétt að endurskoða þess ákvörðun frá síðasta kjörtímabili og stofna slíka samstarfsnefnd. Ég sat í slíka samstarfsnefnd fyrir 10 árum og ég fullyrði að það var mjög gott fyrir lögregluna og okkur í borgarfulltrúana að geta rætt málin hispurslaust á slíkum vettvangi og tekið upp mál af ýmsum toga sem snertu löggæslu í borginni og ekki síst ofbeldismál. Þetta er svona hugmyndið að tillaga sem ég varpa hér inn á fundin og menn geta velt fyrir sér. En ég sé að tíma mínir en að þróttum, ég vil bara fagna því í lokum að þessi fundur hafi verið haldinn og ég viss að hann mun skila okkur fram á veg. Við hættum ekkert að klappa fyrst við erum byrjuð á því. Þökkum Kjartani Magnússoni fyrir og næstur á mælendaskrá Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta ofbeldisvarnarnefnd, kæru borgarfulltrúar. Byrja á því að þakka fyrir þennan fund, mikið og þarft málefni sem að hér tekið fyrir og eitt það mikilvægasta sem að við erum að fást við, ég ætla rétt svona að horfa á eða varpa inn í umræðuna nokkrum atriðum sem að tengjast kannski forvarnarstiginu, tengjast þeim málaflokki sem að ég tengist mest hér í borginni sem eru skóla og frístundamálin. Á skóla- og frístundasviði heilmikil vinna unnin í þessu efni og sú vinna hefur meðal annars beinst að baráttunni gegn einelti, eins og komið var inn á hér í umræðunni áðan og í stefnu og starfsáætlun fyrir grunnskóla borgarinnar segir einmitt að markmið okkar sé að leita allra leiða til þess að börnunum líði vel í skólanum og unnið sé markvisst að því í samræmi við forvarnastefnu borgarinnar að byggja upp jákvæða sjálfsmynd og þjálfa félagsfærni og samskipti barnanna. Og þar tekið fram skýrt og skorinort að einelti og ofbeldi sé ekki liðið. Sem betur fer verið að gera margt mjög gott í þessum efnum í skólunum og reyndar í samfélaginu almennt og fólk kemur að því úr ýmsum áttum bæði innan skólana, inn á þjónustumiðstöðum borgarinnar, á vegum fræðsluyfirvalda eða skóla- og frístundasviðs og síðan ágætis samstarf á milli sveitarfélagana og ríkisins ýmsa þætti, til dæmis tengd barnaverndarstofu og svo framvegis. Nú frá skólaárinu 2014-15 þá hefur sérstök áhersla verið lögð á þróun verkefnis forvarnir gegn einelti með ungu börnum sem að heitir Vinsamlegt samfélag og ég held að þetta sé mjög gott dæmi vel heppnað forvarnarverkefni þar sem að settur saman
samstarfsvettvangur þar sem öllum hagsmunaaðilum stemt saman og með þetta markmið að vinna gegn einelti og kenna börnum samskipti með jákvæðum formerkjum. Þetta verkefni hefur reynst vel, fékk hvatningaverðlaun á degi gegn einelti sem að Menntamálastofnun veitti í nóvember síðastliðnum og ég held að þetta sé dæmi það sem að skólinn getur gert. Við viljum auðvitað ekki sjá ofbeldi í okkar samfélagi og ég vil halda því fram að við fáum hvergi betra tækifæri til þess að beita virkum forvarnaraðgerðum heldur en í skólasamfélaginu og leiðbeina friðsamleg samskipti. En það auðvitað rétt að hafa í huga að það kallar á mjög góða samvinnu á milli skólana og foreldrana og árangurinn verður mestur ef að samhljómur á milli þessar aðila þær aðferðir sem að beitt inn í skólunum og inn á heimilunum. Auðvitað rétt að hafa í huga það engar töfralausnir til varðandi það að uppræta ofbeldi í samfélaginu og það hefur fyllt okkur alla mannkynssöguna en góðu fréttirnar eru þær að það eru til árangursríkar aðferðir til þess að beina hegðun barna frá ofbeldi og að friðsamlegum samskiptum. En slæmu fréttirnar kannski það að það ekkit endilega alltaf verið að nota þessar aðferðir og þegar þær eru notaðar eru þær ekki endilega notaðar markvisst. Ég vil draga það fram hér og segja það beint út úr skegginu og svo má segja að það eru miklir fordómar gagnvart svokölluðum gagnreyndum aðferðum í samfélaginu okkar, aðferðum sem studdar eru fræðilegum rannsóknum. Hljómar kannski ótrúlega en þannig þetta og því miður eru fordómarnir einna mestir þar sem að síst skildi í háskólasamfélaginu, þar sem við ættum að fá leiðsögn þær aðferðir sem við ættum að beita til þess að ná bestum árangri í þágu barnanna. Ég tel að við þurfum að setja okkur það mark að við ætlum að ná saman að kenna börnunum okkar friðsamleg samskipti með öllum tiltækum ráðum, leiðbeina þeim uppbyggilega hegðun og nota þær aðferðir sem að skila hafa árangri. Eitt af því sem að rætt hefur verið og væri áhugavert að kanna hvort að við getum nýtt verkefni sem að nú í undirbúningi og var upphaflega ýtt úr vör með hugmynd á síðasta áratug og það var skrifað undir samning á milli borgarinnar og Alþjóðamálastofnunar í byrjun síðasta árs ef ég man það rétt stofnun svokallast friðarseturs. Það hefur verið velt upp í samtali við forsvarsmenn þeirra aðila hvort að slíkt friðarsetur gæti haft einmitt þetta verkefni og útbúa fræðsluefni og kennsluefni sem að væri hægt að nýta inn í grunnskólum og í leikskólum borgarinnar og frístundamiðstöðum þetta meginatriði, friðsamleg samskipti, hvernig kennum við börnum friðsamleg samskipti með öllum tiltækum ráðum. Ég hef tekið eftir því að skoðanakannanir meðal kennara hafa gefið til kynna að þau atriði sem að kennarar telja að brýnast sé að útbúa meira og betra og virkara efni á sviði símenntunar einmitt varðandi hegðunarvanda barna og bekkjarstjórnun. Og þarna svona ákveðin brotalum í kerfinu hjá okkur til þess að við náum verulegum árangri í að kenna friðsamleg samskipti þá verða kennararnir að vera vopnaðir ef svo má segja innan gæsalappa réttu aðferðunum til þess að leiðbeina börnunum. Og það vantar talsveit upp á það miðað við það sem að kennarar segja okkur sjálfur í gegnum þessar kannanir. Og við þurfum að fara vel í gegnum það fyrirkomulag sem hjá okkur, hvernig eru við að nýta þá fjármuni sem eru til skiptana í þessum efnum. Þá ég að horfa á svona bæði sérfræði þjónustuna og leiðbeiningar varðandi hegðun og samskipti. Við erum með fagfólk að störfum inn í skólunum, inn á þjónustumiðstofunum, inn á fræðsluskrifstofunni og ég held að við þurfum að rýna mjög vel samstarfið, verkaskiptinguna og nýtingu fjármunina í þessum efnum og vera örugg á því í góðu samstarfi við okkar fólk að við séum að nýta fjármunina með þeim hætti sem að gagnast börnunum best. Við þekkjum öll söguna af því að of mikið það að þjónusta sé ekki veitt til barna fyrr en að greiningar liggja fyrir og við eigum hins vegar frábært dæmi það að það eru aðilar til dæmis á þjónustumiðstöðinni í Breiðholti sem hafa snúið vörn í sókn og beitt aðferðum sem að miða við það að þjónustan komi fram strax en ekki sé beðið eftir greiningum. En áfram veruleikinn annars staðar í borginni með þeim hætti að greiningar eru of oft lykilorðið sem að þarf að
segja áður en að þjónustan hefst og meðan getur átt sér stað mjög erfið staða inn í bekkjum, inn í skólasamfélaginu sem hefur mikil áhrif á þá vinnu sem verið að vinna með börnin. Ég nefni þetta hér bara til þess að minna okkur á það að það eru mörg verkefnin sem við þurfum að hafa í huga þegar við horfum fram á veginn en ég efast ekki það að viljinn allstaðar fyrir hendi að ná betri árangri þegar það kemur að því að miðla til barnanna okkar því hvernig þau geta átt í friðsamlegum samskiptum. Börnin í borginni eiga það skilið, þau treysta á okkur og við þurfum að standa undir því trausti. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason hefur lokið máli sínu. Þá tekur næstir máls borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar og ofbeldisvarnarnefnd og gestir. Mig langar bara fyrst og fremst til þess að þakka fyrir þennan fund og svona það starf sem að þegar hefur verið að eiga sér stað til þess að koma í veg fyrir ofbeldi í Reykjavík og í heiminum í rauninni og til þess að reyna að bæta þjónustu við þá sem að verða fyrir ofbeldi. Ég vil meina að stofnun þessara nefndar hafi verið kannski stærra og áhrifameira skref heldur en að við höfum áttað okkur á í upphafi. Það að hefja samtalið á milli þessara aðila sem eru að vinna á ólíkum stöðum að þessum sama viðfangsefni gríðarlega mikilvægt og við sjáum það strax að bæði traust og samstarf einhvern veginn miklu meira heldur en það var og miklu auðveldari að leita að einhverjum raunhæfum leiðum til þess að bæta samfélagi. Miklu þægilegri samskipti á milli þessara ólíku aðila og það eitt og sér eitthvað sem skiptir máli. Það leiðir okkur svo að þessari hugmynd sem hér hefur ítrekað verið nefnd og hugmynd sem við verðum auðvitað að halda áfram að þróa og reyna einhvern veginn að láta verða að veruleika. Hugmyndin það að þjónusta við þolendur ofbeldis sé á einum stað þar sem að allir þeir sérfræðingar sem að þurfa hverju sinni koma að þjónustunni en ekki að þolandinn þurfi að vera að flakka á milli ólíkra úrræða. Og ég held að svona geti í alvörunni orðið að veruleika innan skamms ef við leggjum okkur fram. Það nefnilega þannig og ég gæti svo sem haldið hér mjög langa ræðu, ég ætla að reyna að hemja mig, en það þannig að ofbeldi og þá bara vil ég sérstaklega tala kynbundið ofbeldi þó að ofbeldi sé alltaf hræðilegt að þá kynbundið ofbeldi slík meinsemd í íslensku samfélagi og í heiminum öllum að sá gaumur sem að við höfum verið að gefa viðfangsefninu á undanförnu ári ekki nærri nógur. Þetta svo miklu stærra og umfangsmeira vandamál heldur en að við gerum okkur grein fyrir og heldur en að við bara einhvern veginn höndlum að viðurkenna og horfast í augu við að bara þau skref sem við höfum verið að stíga eru mikilvæg en við verðum að halda áfram, við verðum að setja bæði miklu meiri peninga og miklu ríkari pólitíska áherslu á það að bæði sporna gegn ofbeldi og að þjónusta þolendur betur. Hjá Reykjavíkurborg höfum við verið að gera heilan helling af verkefnum og hér hefur nú ýmislegt verið rakið en það í alvörunni þannig að við reynum á öllum sviðum að sporna gegn ofbeldi með einhverjum hætti og það auðvitað engin svið undanskilin í því. Ef við skoðum til dæmis umhverfis- og skipulagssvið sem að margir myndu að ætla að væri kannski ekkert sérstaklega mikið að fást við ofbeldi á milli fólks, að þá eru þar bara heilmargar aðgerðir sem að skipta máli. Ekki síst, eitt gott dæmi námskeið sem að haldið var fyrir alla sem að starfa á vettvangi, alla hjá heilbrigðiseftirlitinu, starfsfólk byggingafulltrúa, fólk sem að fer í úttektir. Það fólk hefur allt núna fengið fræðslu sem að lítur á mansali, hvernig maður á að greina mansal og hvernig maður á að bregðast við ef mansal að ræða. Þetta gríðarlega mikilvægt og þetta eitthvað sem að fólk áttar sig kannski ekki á. Viðfangsefnið okkar allra, það líka heilbrigðiseftirlitsins, það líka byggingafulltrúans, það auðvitað starfsfólks á velferðarsviði, ekki bara þeirra sem að fást við velferðarmáli eða þjónustuna sjálfa, heldur auðvitað getur fólk á velferðarsviði greint
greint ofbeldi, merki ofbeldi geta verið tiltölulega augljós og það á að geta vera hægt að bjóða upp á þjónustu og á að vera hægt að stíga inn í þegar slíkt að ræða. Að ég minnist nú ekki á skóla- og frístundasvið þar sem að bæði hægt að grípa inn í þegar einkenni ofbeldis koma fram en ekki síður hægt að fara í mjög markvissa fræðslu og við höfum auðvitað verið að reyna að stefna að því og bjóðum upp á ýmiss konar fræðslu en betur má ef duga skal, verð nú að segja. Við verðum að leggja enn ríkari áherslu á bæði fræðslu sem að spornar gegn staðalmyndum kynjanna og þessum skaðlegu staðalmyndum bæði á stráka og stelpur þar sem að strákum ætlað að vera einhvern veginn óseðjandi kyntröll sem að einhvern veginn láta ekkert stöðva sig í að fá meintum þörfum sínum fullnægt allan sólarhringinn á meðan stelpum kennt að vera þægar og prúðar og þóknast öðrum. Ég meina slíkar staðalmyndir leiða bara af sér mjög ójöfn samskipti kynjanna og geta leitt til mjög hræðilegra samskipta. Svo ég dragi nú upp svona bara einhverja tiltölulega grótesk mynd en á skóla- og frístundasviði auðvitað verið að sporna gegn þessu með bara svona upplýstri umræðu staðalmyndir og áhrif þeirra og aðstoð við kennara sem að eru að tækla þessi mál. Það eru til dæmi mjög flott tilraunaverkefni sem hefur verið farið í, til dæmis var einhver bær í Svíþjóð þar sem ákveðið var að ekkert hnoð, ekkert ofbeldi, engir gannislægir, ekkert slíkt væri viðurkennt eða samþykkt í grunnskólum bæjarins. Það leiddi af sér gjörbreytt hegðunarmynstur bæði hjá stelpum og strákum og leiddi til betri árangurs bæði stelpna og stráka í námi. Vegna þess að hvernig hnoðið var einhvern veginn notað sem og varð að óþægilegu áreiti oft á tíðum og leiddi oft til átaka sem ekki hefði þurft. Bara það að stöðva þetta strax í upphafi, það leiddi til þess að öllum leið betur í skólanum og allir höfðu betri tækifæri til þess að bæði mennta sig og fylgjast með því sem var að gerast. Svona tilraunaverkefni tilvalið að taka upp hjá okkur. Annað sem við getum gert og við erum auðvitað að vinna með börnum og ungmennum á mjög fjölbreyttum vígstöðum, þó mér sé illa við það orð. Við vinnum með unglingum í frítíma, við vinnum með börnum í leikskóla og grunnskóla og við erum með alls konar þjónustu sem að alltaf hægt að með einhverjum hætti nota í að brjóta upp þessar svona óþægilegu kröfur sem að gerðar eru til stelpna og stráka alveg frá því þau fæðast. Það ekki síður, ég gæti komið inn á menningar og svo ég taki nú öll sviðin, svo ég skilji ekki einhver út undan að þá bæði hjá Íþrótta- og tómstundaráði og hjá menningar- og ferðamálaráði heilmikil starfsemi í gangi sem að bæði getur stuðlað að frekari staðalmyndum en getur líka brotið þær upp og listur og menning getur verið mjög áhrifaríkt tæki til þess að brjóta upp staðalmyndir kynjanna og við eigum að beita okkur í því enn ríkari mæli. Það hefur þó verið heilmikil vinna í gangi á menningar- og ferðamálasviði meðal annars við að gera listir, fjölbreyttari listir sýnilegar og Íþrótta- og tómstundasviði náttúrulega ærin viðfangsefni þar sem að verið að gleyma við bæði íþróttaiðkun og frístundaiðkun hverskyns og við vitum að íþróttir eru eitthvað það kynjaðasta og íþróttaheimurinn einhver svo kynjaðasti sem að við tökumst á við. Þannig að Reykjavíkurborg sem að hefur í rauninni áhrif á fólk frá vöggu til grafar, veitir mjög fjölbreytta þjónustu, stjórnvald, samstarfsaðili, að okkur ber að nýta öll þessi hlutverk okkar og alla þessa aðkomu okkar að bara samfélaginu sem slíku til þess að sporna gegn ofbeldi og leiða til betri, eða bjóða upp á betri þjónustu gagnvart þeim sem ennþá varða fyrir ofbeldi. En fyrsta skrefið að við vinnum betur saman, að við ræðum þetta hér. Það alltaf mikilvægt að ræða ofbeldi í stjórnmálunum. Það eru þetta pólitíkin sem getur haft heilmikil áhrif á það hvernig þessi hlutir fara fram. Hér erum við að tala saman, pólitíkin og hagsmunaaðilarnir, það gott. Fyrsta skrefið í áttina að einhverju stórkostlegu og ég alveg viss að við eigum eftir að einhvern tímann sjá betra samfélag ef við tökum höndum saman. Takk fyrir mig í dag. Borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Ilmur Kristjánsdóttir.
forseti, virðulegu borgarfulltrúar og gestir. Ég vil bara fá að þakka fyrir þennan fund og þakka ofbeldisvarnarnefnd og góðum erindum frá gestum. Ég held að við lifum á gríðarlega merkilegum tímum. Við sjáum núna hvert átakið á fætur öðru, þar sem skömmin er skilað. Það þekkja það örugglega flestir að lifa með einhverri skömm og þá heftandi tilfinningu sem henni fylgir. Það snýst því ekki bara ofbeldi sjálft, heldur rétt fólks til þess að lifa í frelsi. Frelsið er dýrmætt og oft lifir fólk ævina á enda svipt þessu frelsi. Kannski meira að segja án þess að gera sér grein fyrir því. Við þurfum að huga vel að því hvaða samfélagslegu þættir það eru sem skapa skömmina og ætla ég að nefna klám í því samhengi. Vöknuðu ekki allir núna? Mér er svo sem sama hvað fullorðið fólk gerir í frítíma sínum, en það getur beinlínis verið hættulegt að börn sjái ofbeldisfullt klám. Það skapar tengingar kynlífslangana við ofbeldi og það fylgir því skömm. Og sú skömm getur fylgt þeim út lífið og skapað ofbeldi. Við þurfum að standa vörð fallega hluti eins og kynlíf og opna þá umræðu samskipti og tengsl í kynlífi og bjóða upp á þann vettvang fyrir börn til að ræða þessa hluti sem hafa jafnvel við ungan aldur búið til skömm hjá þeim, jafnvel alveg óvart. Hver þekkir það ekki að hafa downloadað á Putlocker og spásíðanir full af klámi? Ég segi því bara höldum áfram að skila skömminni, stundum til gerenda, stundum til samfélagsins, stundum til horfinna kynslóða, stundum upphátt og stundum í hljóði, en frelsið er markmiðið. Að lifa ekki undir oki skammarinnar. Frelsi og friður. F-in 2. Að hugsa sér. Að hugsa himnaríki og helvíti ekki til. Aðeins jörð og himinn, það er auðvelt ef ég vil. Að hugsa að allir lifðu og hrærðust hér og nú. Hugsaðu þér hvergi neinn landamæri lögð. Að drepa og deyja fyrir. Mér deilt trúarbrögð. Já, hugsaðu þér heiminn, halda grið og frið. Mér er sagt ég sé með óra, en ég er ekki ein í það. Já, komdu með, höldum hópinn, gerum heiminn að griðarstað. Að hugsa sér ef engar eignir væru til. Græðgi og hungur horfinn, hvergi ranglátt spil. Að hugsa öll gæði heimsins og jarðar deilast jafnt. Mér er sagt ég sé með óra, en við erum ekki ein það. Já, komdu með, höldum hópinn, gerum heiminn að einum stað. Já, það er eins gott að hann má klappa á
þessum borgarstjórnarfundi, ég segi ekki annað. Við þökkum Ilmi Kristjánsdóttur fyrir ágæta ræðu og ágætan flutning og bjóðum við þá Björn Blöndal borgarfulltrúa næst í pontu, eða, já. Og við ætlum að losa okkur þessa pontu. Forseti og borgarfulltrúar, ofbeldisvarnar, ráð og gestir, það er alveg svolítið shaky þetta ágæta púlt. Ég held ég taki nú bara undir að kannski þarf eitthvað að íhuga framtíð þess. Já, skemmtilegt slipp hérna með Kristjánsson, en það myndi þetta til dæmis töluvert á Eyjólf Kristjánsson, þessi fallegi flutningur og teki nú fram að ég mikill hérna með þann listamann mikils, enda frábær lagahöfundur og flytjandi. En hérna þetta þessi ofbeldisumræða auðvitað gríðarlega mikilvæg og það er svona eins og hefur svolítið komið fram, auðvitað ofbeldi svona einhvern veginn eitthvað fyrirbæri sem að alltaf undirliggjandi í okkar lífi og eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon benti nú á, þá tekur það mannskepnuna svolítið tíma að þróast og sérstaklega tekur það hana langa tíma að þróast til betri vegar. En kannski gerist það ekki alveg að sjálfu sér og kannski þurfum við að leggja lóð á vogarskálarnar og kannski þurfa við bara að vera aðeins þyngri en við höfum gert í hérna hingað til. Því að við erum auðvitað mjög ofta að mæra ofbeldishegðun, það er heilmikið í okkar menningu sem að hérna svona ákveðinu upphefð á ofbeldishegðun, það er heilmikið af hérna afþreyingarefni sem að mjög ofbeldismiðað og það á við tölvuleiki, það á við bíómyndir, sjónvarpsþætti og hérna jafnvel og ekki síst texta í tónlist og ef allir myndu kveða með þeim hætti sem að John Lennon gerði og Þórarinn Eldjárn þýddi svo einstaklega fallega og Ilmur Kristjánsson flutti hér af miklum hérna myndabrag, að þá væri hlutinni kannski aðeins öðruvísi og það er oft ekkit, það er svona, þú veist, stundum í okkar kultúr svolítið stemmingi þannig að það er ekkit alltaf eftirspurn eftir einhverjum krútheitum og stundum einhvern veginn, ég meina við sjáum bara, þú veist, tölvuleiki eins og hérna, hvað heita þeir, Mortal Kombat og þú veist allt þetta, Grand Theft Auto, ég ætlaði að fara að nefna hann, ég reyndar, þú veist, það er alveg svakalega ofbeldismiðað og hegðunin fyrir þá sem að spila er mjög normaliserið. Og það að til dæmis að setja mörk í þeim ágæta leik, Grand Theft Auto, þar sem að hérna, ég ætla nú ekki að segja að ég hefi gert það sjálfur að setja þessi mörk, en mörkin eru stundum farin úr því, ok, þú mátt alveg berja mann og drepa, en þú fer ekki á nauðgar. Þú notar ekki þann option. Skilurðu, þú veist, þetta er orðið, það er sem sagt hægt að gera það í þessum leik. Og þá fer maður að spyrja sig, ok, betur hvað skilaboð eru þetta? Já, þú mátt alveg hérna, þú veist, það er mjög líklegt að ungur krakki og þessi leikur er enda notabene bannaður innan 16, en ungur krakki sem kemst í tæri við það er mjög líklegt að hann fái mjög hérna blendin skilaboð hvernig hegðun sé eðlileg. Þannig að við þurfum að hugsa þetta svolítið, bæði foreldrar og þetta líka framleiðendur. Þeir sem að búa til hérna afþreyingarefni, þeir verða aðeins að pæla í því, sko, hvað eru þeir að upphefja. Mér fannst mjög, hérna, já, það var, borgarstjóri kom aðeins inn á hérna svona þetta næturhagkerfi og næturlíf og djammaofbeldi og svona. Og ég hef til dæmis í nokkuð mörg ár farið á tónlistarhátíð á Neskaupstað sem heitir Eistnaflug. Og það er eina tónlistarhátíð sem ég hef farið á, allavega hér á Íslandi og ég svo sem þekkjar ekki mjög margar, sem sagt eitt af því sem að sú hátíð stærir sig hvað mest af að þar viðmiðið að það er ekkert ofbeldi liðið.
Svo kannski, ég held að reyndar að það hefur bara gengið ágætlega, en það er svona andinn, það er, þú kemur inn á þá hátíð og þá veistu að það er sem sagt ekki, þú ert ekki að fara í eitthvað ofbeldisbull. Það er ekki liðið ofbeldi og fólk mónitora það, hvort annað skilur. Og ef einhver er að missa sig að þá er hann svolítið tekinn svona, þú veist, til hliðar hos þeir vilt ekki aðeins slaka á. Þannig að það er spurning hvort að við þurfum ekki sko að einhvern veginn vinna meira að þessum kultúrum næturlífan ofbeldis. Ég held að það sé mjög mikilvægt verkefni. Þetta er bara eins og heimilisofbeldi, þó að þetta heimilisofbeldi sé miklu umfangsmeira fyrirbæri og gert fyrir luktum dyrum að meðan þetta er svolítið svona sýnilegt, að þá er samt dálítið atriði að byggja upp þennan kultúr sem að líður ekki djammaofbeldi. Og það er fyrirbærið sko, já, auðvitað er hvort tveggja er auðvitað gjarnan unnið undir áhrifum, það er að segja ofbeldið framkvæmt undir áhrifum áfengis eða vímuefna og það er auðvitað umhugsunarefni hvernig einhvern veginn að við erum nú endalaust að við höfum mikinn tolerans fyrir neyslu og það virðist svona að vera aðeins að slaknar aðeins á siðferðismörkunum ef menn eru búin að fá sig svolítið þá er eins og að leyfist aðeins meira. Það er kannski hugsunarháttur sem við þurfum aðeins að velta fyrir okkur að breyta. Ég ætlaði bara, þú veist, varðandi þetta að því að það er svo sem búið að segja svo margt gott en þetta næturlífshagkerfi, þú veist, þetta er stórt viðfangsefni margra borga og þetta er mikilvægur hluti af hagkerfinu og lífinu og við getum ekki akceptera að það gildi bara sérreglur eða einhver ný viðmið, bara lögmál frumskógarins sé bara liðið milli 12 mínútu og 8 mótnana. Þú veist, það má ekki verða, við megum ekki bara taka það í mála, það sé viðmiðið. Síðan, já, og svo er það náttúrulega þetta netofbeldi sem hefur aðeins verið imprað á hérna. Það er allir það sé ekki þetta snertilausa ofbeldi sem við talaðum. Við vorum hérna á mjög góðum fundi fyrir í dag varðandi lýðheilsumarkmið og það er auðvitað greinilegt að við þurfum að taka okkur verulega á í að búa til einhvern veginn svolítið skýr viðmið og samskiptavenjur í hinu rafræna heimi. Því að það er frumskógur núna og þar gilda raunverulega lögmál frumskógarins og fullorðið fólk er ekki góðar fyrirmyndir á internetinu. Það er satt að segja fullorðið fólk er mjög vondar fyrirmyndir á internetinu og ég held að það þurfum einhvern veginn, við þurfum að taka svolítið höndu saman að breyta þeim kultúr. Nú aðraleiti ég styð heilshugar hugmyndum þetta ofbeldisvarnarhús sem hér hefur verið nefnt og ég held að við eigum að reyna að spýta í lófana með það og reyna að koma því bara á lækirnar sem fyrst en eins og aðri ég þakka kærlega fyrir þennan fund hérna og mér finnst það mjög mikilvægt að ræða þetta mál og ræða það fyrir opnum tjöldum og þakka fyrir mig. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ofbeldisvarnarnefnd og ágætu gestir. Ofbeldi er óhugnanleg staðreynd og fyrirfinnst allt og víða í samfélaginu okkar. Eitt ofbeldismál er einu ofbeldismáli of mikið. Hins vegar fögnum við upplýsingum sem berast hvert það ofbeldismál sem vitað er að á sér stað því að á meðan þöggunin og leyndin lifir brotnar niður líf þeirra sem fyrir ofbeldinu verða. Heimilisofbeldi á sér margar myndir. Hér er líka minnst á mansal, ofbeldi gegn innflytjendum og öldruðum og fleiri myndir þess. Þetta eru allt hryggilegar staðreyndir sem við myndum vilja leggja mikið á okkur til þess að geta upprætt með öllu en það er líklega okkur megn að gera það.
en við getum þá lagst á eitt til þess að vinna saman gegn þessari slæmu vá. Sú gríðarlega uppbygging sem hefur átt sér stað á mörgum undanförnum mánuðum í formi markvissrar samvinnu, lögreglunar og ýmissa sérfræðinga sem hafa margir hverjir sérhæft sig í að vinna með bæði þolendum og gerendum í ofbeldismálum hefur alveg örugglega skilað mörgum einstaklingum hjálp og vakið jafnvel von meðal þeirra sem enn þjást vegna ógnar heimilisofbeldis, vakið hjá þeim von að þeim verði komið til hjálpar ef eða þegar ósköpin fara næst í gang á heimilinu. Heimilisofbeldi teygir anga sína víða. Heimilisofbeldi má aldrei líða og brýnt að boðleiðir tilkynningarferla séu öruggar og skýrar og þjónustumiðstöð eins og One Stop Shop sem hefur verið talað hér í dag gæti komið þar vel að notum og væri æskilegt að slíkt gæti farið af stað hið fyrsta hér hjá okkur. Hér í dag áherslan á líkamlegt ofbeldi. Því miður leynist ótrúlega víða önnur tegund heimilisofbeldis sem auðveldara að fela. Því hún fer oft hljótt og síður sýnileg umhverfinu. Og hér á ég við andlegt ofbeldi, sem getur skilið eftir sig sár sem síst skárri en líkamlegir áverkar eftir líkamlegt ofbeldi. Andlegt heimilisofbeldi getur verið afar vel falið og því erfitt að koma þolendum þess og gerendum til hjálpar. Í dag skilaboðin í samfélaginu orðin skýr. Ofbeldi og verður ekki liðið. Það að verða heyrum kunnugt að allir sem verða vitni að líkamlegu ofbeldi skuli án tafar láta vita af slíku. Sífellt fleiri tilkynningar að berast. Þöggunin hefur minnkað stórlega. Umræðan samstöðu og árvekni gegn líkamlegu heimilisofbeldi hefur jafnvel náð til barna og unglinga. Þannig að þau fyllast réttlætiskennd og þora jafnvel að láta vita þegar þau þykir sem þau heyri, sjá eða jafnvel gruni að skólasystkini sín eða jafnaldrar verði fyrir slíku ofbeldi. Við getum verið ánægð með hvernig til hefur tekist með að virkja raunverulegt samstarf og samvinnu þeirra aðila sem koma að því að aðstoða einstaklinga og fjölskyldur sem lenda í hringuðu heimilisofbeldis. Alltaf má gera betur. En allt hefur sínar ástæður og ekkert verður af engu. Það ástæður fyrir öllu. En oft getur verið afar erfitt að sjá og uppgötva hver ástæðan fyrir ofbeldisfullri hegðun og líkamlegu ofbeldi. Oftar en ekki það samskiptavandi af einhverjum toga sem kemur heimilisofbeldin af stað. Í einhverjum tilvikum það kannski áfengisvandi, öðrum tilvikum getur það verið vandi vegna fjárhagslegra örðugleika. Það alveg sama hver ástæðan það brýnt að þeir sem eiga þarna í hlut fái aðstoð. Fái aðstoð til að ná öruggari tökum á tilverunni. Þeir nái að byggja upp sjálfstraust sitt og samskiptafærnina sem skiptir svo gríðarlega miklu máli og oft hefur verið komið inn á hér í dag. Þeim peningum sem varið til að draga úr ofbeldi og aðstoða þolendur og líka gerendur til að bæta samskiptahæfni sína, persónuleg samskipti, skapofsa eða til dæmis reiðistjórnun, þeim peningum vel varið. Forgangsröðun fjármunum borgarinnar rétt, við skulum forgangsraða fjármunum borgarinnar rétt til verkefna sem brýn og skipta okkur öll máli. Það gott að geta komið til hjálpar þegar fólk komið í neyð, bjarga þegar skaðinn skeður og brýnt að græða andleg og líkamleg sár og særindi
sem heimilisofbeldið veldur bæði þolendum og gerendum. En gleymum ekki mikilvægu og margvíslegu forvarnastarfi sem getur dregið úr líkonum á því að heimilisofbeldi eigi sér stað. Og þessi fundur hér í dag, hann minnir okkur á hvað er mikilvægt að við störfum öll saman að þessu, bæði ofbeldisvarnarnefndin og við borgarfulltrúar og samfélagið heild. Og að lokum vil ég bara þakka kærlega fyrir þennan fund, ég held að það sé mjög mikilvægur. Takk fyrir. Og þá er síðust á mælendaskrá formaður ofbeldisvarnarnefndarinnar Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti og kæru borgarfulltrúar og ofbeldisvarnarnefnd. Það er sannlega búið að vera áhugavert og skemmtilegt að vera hérna með ykkur í dag. Gott að fá svona smá umræður og skoðanir ykkar á því sem við höfum verið að leggja á borðið. Ég þakka stuðninginn við verkefni ofbeldisvarnarnefndarinnar og við það að þetta sé mikilvægt viðfangsefni stjórnmálanna. Ég er algjörlega sammála því að Reykjavík er ung og spennandi borg og á að vera það, en hún á að vera ofbeldislaus og ég held að við getum alveg haft fjörugt menningar og skemmtanalíf án þess að hér lífist neitt ofbeldi. Og það eitt að segja það er í rauninni ákveðin ofbeldisforvirkni í sjálfur sér. Við höfum mikið rætt þessa samhæfingarmiðstöð og ég kannski mista því, en það er semst verið að tala svona eins konar miðstöð þar sem að sá sem verður fyrir ofbeldi getur komið og þá eru þeir kallaðir til sem að þurfa að þjónusta þann aðila. Það er svolítið svona eins og samhæfingarmiðstöð almannavarna, ef það er eldgos eða flóð, það er ekki sömu aðilar kannski kallaðir til. Og það er svolítið það sem við höfum verið að hugsa um. Þannig í staðinn fyrir að sá sem verður fyrir ofbeldinu þurfa að fara á marga staði til þess að fá þá þjónustu sem hann þarf, þá geti hann komið á þennan stað. Svolítið svona eins og barnahús er kannski að virka fyrir börn, en það er ekkert slíkt til fyrir fullorðna. Þetta auðvitað gerum við ekki nema í mjög nánu samstarfi við ríkið, en þetta er eitt af því sem hefur komið út úr þessari nefnd, að þetta er eitthvað sem okkur finnst vanta í Reykjavík, að fólk viti virkilega hvert á að fara og geti þá jafnvel fengið meira traust á kerfinu eftir það. Og þá geta líka allir sýnt bara sínu hlutverki. Lögregla getur bara sýnt sínu hlutverki og félagsþjónusta getur sýnt sínu og síðan kallaði til þeir sem þurfa. Þannig ég held að þetta gæti verið mjög gott skref. Samtalið er mikilvægt, það er mikilvægt að eiga ofbeldisvarnarnefnd. Nú vitið við hver við erum og nú vitið við hverjir eru í nefndinni og ég vil hvetja alla til þess að senda okkur línu eða eitthvað sem ykkur dettur í hug eða stoppa okkur eða ringi okkur eða það er eitthvað sem ykkur finnst að við ættum að vera að horfa á sem við erum ekki að gera. Nú vitið að við erum líka að vinna þessa aðgerðaáætlun sem að við þurfum einmitt input sem flestra í því hún á auðvitað að ná til allra starfsstaða Reykjavíkurborgar. Það er enginn sem er undanskilinn þar. Að því sögðu þá langaði mig að fá að lesa upp bókun sem að við höfum sett saman hér, ofbeldisvarnarnefnd og borgarstjórn og bera hana upp. Borgarstjórn og ofbeldisvarnarnefnd fagna því samstarfi sem nú hefur verið komið á fót með stofnun ofbeldisvarnarnefndar. Nefndin er svar við ákalli samfélagsins á byltingarárinu 2015 þegar fjöldi fólks steig fram og reisti kröfu samfélag án ofbeldis. Samstarfsverkefni sem þegar hafa verið sett á laggirnar hafa skilað miklum árangri. Þar má nefna verkefni Saman gegn ofbeldi, þar sem lögregla, Kvennaathvarf og Reykjavíkurborg hafa samhæft viðbrögð við heimilisofbeldi. Fleiri verkefni í farvatninu, enda nauðsynlegt að vinna gegn og bregðast við ofbeldi í hvaða mynd sem er. Má þar nefna aðgerðir gegn ofbeldi gegn börnum og jaðarsettu fólki, fræðslu og aðgerðir gegn mansali,
vinnu að skipulagi og mótun umhverfis og fleira í þeim dúr. Hugmyndir samhæfða þjónustu á einum stað fyrir þolendur ofbeldis eru góðar og það einbeittur vilji fundarins að skoða þær til hlítar ásamt öllum öðrum aðgerðum í þágu friðsælla samfélags þar sem við getum öll verið örugg fyrir hvers kyns ofbeldi með bættum forvörnum og betri þjónustu við þolendur. Ok, takk fyrir mig. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi hefur þá lokið máli sinu og lokið við að gera grein fyrir tillögu að bókun. Ekki liggur alveg fyrir hvort allir fundargestir eða fundarmenn standa að bókuninni. Við gefum... Jú, mér sýnist bókunin vera þá samþykkt af öllum. Við ætlum ekki að fara í að greiða atkvæði, við hreyfir engin andmælum hér, þannig að ég lít svo á að bókunin sé samþykkt. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og honum slitið þegar klukkan 17:43. Takk fyrir í dag.